ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst komið að því að tala aðeins CrossFit sem að flestir, ekki ég samt, en flestir eru einhvern veginn farnir að stunda. Velkomin til okkar. Takk fyrir það. Hvernig, þú ert að æfa CrossFit. Hvernig hófst það allt saman? Hvers vegna fórstu í þetta? Ég var náttúrulega með brjálaða fordóma eins og allir held ég áður en ég byrjaði. Og ég var svona eiginlega bara að reyna að finna eitthvað að gera. Ég hef alltaf verið að lyfta alveg, eða æfa í ræktinni eða whatever sko. Fannst það reyndar alltaf alveg ágætt sko. Og fór hann á fyrstu æfinguna vorið 2012 hjá CrossFit. Tók þá einhverja hnébeæfingu sem ég átti ekkert gett spennandi sko. Og hugsaði bara með mér að ég get bara gert það sjálfur einhvers annars staðar. Og allavega heillaðist ekki að þessu fyrst sko. Nei. Svo ég prófaði að taka einhverjar open-æfingar, einhverjar gamlar 2012-æfingar og gat ekki neitt. En svo var ég bara upp í átaki. Það var á stigvélinni bara í góðu feeling. Og þá komu þarna 2 upp sem það eru búin að fylgja mér eiginlega síðan þá. Og þá vantaði á æfingu til þess að yrði æfing niður í CrossFit 600 á þeim tíma. Og þær spurðu bara hvort ég gæti ekki verið með. Og ég bara, jú, af hverju ekki skilur? Já, bara góði gæn. Já, ég segi það bara, því ekki það. Prófa eitthvað annað heldur en svo blessuðu stigvél sko. Svo röltuðu niður og þar var Arnar Gauti þjálfari sko. Og hann benti mér á að ég ætti að gera 100 uppbyggingar, 100 arbegur, 100 hnébeyggur og 100 uppsuttur, eitthvað svoleiðis. Fyrsta æfing og ég horfði náttúrulega bara gæðin, ég held að það var eitthvað þroskaðið sko. Eitthvað ruglaður sko, ég var ekki að fara að gera þetta. En þetta svona tók einhverjar 50 mínútur og ég tók náttúrulega ekki einu uppbyggingu sko. Nema tók nokkrar teygju og nokkrar svona hringróður bara í TRX bandi og eitthvað. Og en eftir þetta þá hef ég bara verið í CrossFit. Mér fannst það bara geðveikt. Það varst bara húgt? Já. Var þetta líka svona félagsskapurinn að vera, saman í hóp að gera? Þetta voru 5 sko. Já, ok. Það er ekkert rosalega félagsskapur. 5 er hópur sko. Já, það er rétt. Það er hópur en það var ekki alveg þarna. Nei. Var það svona greip mig alveg sko. Mér fannst þetta bara mjög svona skemmtilega krefjandi. Já, nákvæmlega. Skilur, og allt öðruvísi heldur en það sem maður kannski hafði verið að gera. Og samt svona vorulega basic æfing skilur, bara arbeigur, uppbyggingar, hnébeyggur og maðæfingar. En daginn eftir var ég bara gæti alltaf sko labbað eða hreyft hendurnar eða neitt sko, en mér þetta samt geðveikt. Ok. Kvalafullt en æðislegt. Akkurát, það er svolítið þannig sko. En svo fórstu að keppa. Hvenær fórstu að keppa fyrst? Sko, ég get aldrei verið inn að keppa. Þekki það. Þarf alltaf að reyna að ná þessu langt og ég get í svona því sem ég finnst áhugavert. Og þannig að ég bara byrjaði þarna vorið 2012 í CrossFit 600. Hvað þýðir CrossFit 600? Það var sem sagt í átaki, var CrossFit 600 til þess að byrja með. Það var hann niður í Skvassalum. Já, hérna Akureyri, hérna niðri, já. Já, hann upp í hjá Sundlauginni. Já. Og sko, já, ég einhvern veginn bara ákvaði að prófa, sá treiningplan síðu sem er svona prógrammeringarsíða. Ákvað bara að prófa þetta. Það var bjóðið frítt þarna og þjálfarinn Anni. Já. Og það fannst mér bara einhvern veginn ekki geta klikkað sko. Nei. Þannig ég prófaði það og mér fannst ég bara ná mjög miklum árangri. Já. Strax skilurðu, mér fannst margt breytast og læra mikið og gera fullt af æfingu sem maður kannski það aldrei dottið í huga að myndi geta gert sko. Þannig að í rauninni bara með því þá náttúrulega bara jókst áhuginn á að reyna að bæta sig og keppa í þessu. Svo náttúrulega áttaði maður svo því að umhverfið CrossFit 600 var kannski ekki til þess fallið að maður gæti verið að keppa í þessu skilurðu. Við vorum fínt hópur skilurðu. Já, já. En það var náttúrulega ekki þjálfari eða stundum var ekki þjálfari, stundum var þjálfari. Þetta var ekki alveg svona markvisst, ekki keppnismarkvisst. Það var ekki svona, ekki kannski það sem maður var að leita eftir og haustið þarna 2012 þá heyri í Binna sem sér CrossFit Hamar í dag. Og hann seldi mér bara þá hugmynd að koma niður í CrossFit Hamar með þeim og mér leist bara mjög vel á það. Bara svona keppnisandi og já, svona seldi mér annað prógramm reyndar sem þau ætluðu öll að fylgja og það var bara skemmtilegt svona upp á vissu marki. Mér fannst það svo leiðilegt á endanum sko en þessast prógrammið sko en
En þá svona, eiginlega eftir það, þá hef ég bara alltaf hugsað að keppa í CrossFit. Og þú ert búin að ná aldeilis árangri, hvað kannski því að það náttúrulega orðið ansi mikið að keppnisfólki hérna á Íslandi sem bara mjög hátt sett á alheimsvísu og þú ert kannski í 9. sætið eða eitthvað yfir þá. Það hlýtur að vera dálítið. Já, ég hef nú svo sem aldrei gert neitt á þessum blessu Íslandsmótum, ég veit nú ekki alveg hvað það en svona allavega ekki, ég hef bara verið í 4. sæti eða eitthvað og það held ég besti árangurinn minn, aldrei náðu að komast á pall. En kenni nú L-setunum í það í dag, það var eina æfingarna sem fór frekar illa með mig, L-seta? Já, svona, sitja svona fæturnar út í loftið eða eitthvað. Mér varst það heimskulegt, en það var þér að falli? Já, það var mér klárlega að falli, það var mjög dýrkeypt. En ég endaði núna í 9. sæti í þessu Open móti í allri Evrópu. Já. Þannig að það eru svo 2 Íslendingar fyrir ofan mig eftir Open, Þannig að 9. í Evrópu, það nú dálítið massíft. Já, ég bara mjög ánægð með það. Ég setti markmið fyrir þetta ára, ég ætlaði að vera í topp 10 í Evrópu og það náðist. Til hamingju með það, það er alveg magnað. Já, ég mjög ánægð með það, Og þetta svo þá í 5. ári í röð núna sem ég að fara að keppa á Regionals. Regionals, það það sem sem sagt framundan núna í júní og það er stórt og sterkt mót. Já, þar koma bestu keppendurnir úr Evrópu og þessu Afríku svæðamóti, eða Afríkusvæði sem samt, eins og segi, með Dubai og fleiri. Og hann búið að kaupa eitthvað nokkra þangað. Okay. Það koma úr Afríku, þá komast 30 úr Evrópu inn á þetta svæðamót og 10 frá Afríku. Okay. Og þessi 10 frá Afríku eru samt, þetta engir Afríkubúar, skilur, þetta Jóni Koski sem keppti á heimsleikunum í fyrra og það eru þarna fleiri sem það eru 4 heimsleika keppendur sem að koma úr þessu svæði. Þannig að þetta verður örugglega mjög sterkt mót núna í júní, Og hvaða þýðingu hefur það? Getur það gefið einhver réttindi eitthvað? Já, ef þú endar í topp 5 á þessu svæðamóti, þá kemst á heimsleikana. Þannig að þetta undanfari heimsleikana. Það náttúrulega hlýtur að vera draumur þó að það sé nú kannski, þetta er dálítið mikið ef maður ætlaði að komast þangað. Það er kannski fjarlæga draumur en að komast þangað sem einstaklingur. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að það er alveg einhverjar hólur í minni frammistöðu eða þannig. Ég veit alveg að kannski það þyrfti allavega allt að ganga upp. Alveg rúmlega það til að fara þarna í ár. En ég fór hana í fyrra með liði á síðasta ári á heimsleikana. Með liðinu mínu sem ég keppti með fyrra frá Exi í Garðabænum. Þannig að það ég ætlaði bara að hætta að keppa eftir það. Nú? En ég bara get ekki eftir og haft ekkert markmið, þannig að það bara varð að hafa eitthvað, Já, þannig að nú komið markmið, þó það sé fjarlægur draumur. Já, hversu alvarlega ertu að taka þetta? Ertu að mæla ofan í þig prótein og ég kann ekki einu neymdroppa það sem þú ættir að vera að gera. Nei. Hversu alvarlega ertu að taka þessu? Ég tek æfingunum mjög alvarlega, en ég ætla ekkert að fara að fegra mig eitthvað sérstaklega með að segja að ég taki mata en eitthvað geðvægt alvarlega. En ég hef tekið alvarlega og gerði það í haust og náði þá fannst mér að stíga talsvert upp, Þannig ég gerir mér alveg grein fyrir að það er mjög mikilvægt. Ég hef mikill memmugrís, Þannig að ég er á alveg erfitt með að neita mér alveg það, En ég er búinn að setja markmið að ég ætla að reyna að vera gáfulur í mataræðinu. Fyrir júní? Já. Nákvæmlega. Maður veit ekki alveg. Er sterkur hópur fyrir norðan? Já, það er alveg, hvað maður að segja. Við erum alveg nokkur upp í CrossFit Akureyri, þar sem ég er að vinna núna. Og þar er alveg nokkrir mjög öflugir, Og Það eru 2 aðrir Íslendingar að fara þarna út, eða hvað? Já, þeir eru ekki norðan, Annar þeirra er Árni Björn sem var með mér í Exi-liðinu í fyrra. Og svo er hinn Björgvin Karl og hann er yfirburðamaður á Íslandi í dag. Alveg yfirbburðamaður og hann endaði, ég man ekki hvað hann endaði í fyrra en
á heimsleikunum. Hann hitti fyrir að enda hann í 3. sæti á heimsleikunum. Þannig að hann skilur topp 10 besti í heiminum, sko. Nákvæmlega. Þannig að það er ansi langt í hans, sko. En stelpurnar? Já, við erum náttúrulega ótrúlegar stelpur, skilur það. Það bara þannig og þetta er örugglega eina íþróttin á Íslandi þar sem að stelpur hafa meiri hilli heldur en karlmenn og sem er bara fínt, skilur. Og en já, ég meina við eigum náttúrulega 2 heimsmeistarar, skilur. Það segir bara allt sem segja þar, sko. Og 3. gæti alveg best við núna í sumar, sko. Nú? Ragnheiður Sara, hún búin að enda núna 22 ár í 3. sæti og það verður bara ótrúlega gaman. Hún vann Open, worldwide, í ár. Og það verður gríðarlega gaman að sjá hvað hún gerir og í ár. Og ég held með henni, það er svoleiðis. Hún er svona ótrúlega skemmtilega stelpa, sko. Yndislegt. Þetta er skemmtilegt, það verður fróðlegt að fylgjast með þér. Við verðum með hugann við því þarna í júní og tjekkum hvort þú hefur stoppað af í náminu og tekið réttu beygurnar og eitthvað. Vonandi. Hvað er stefnan? Hvað eru sáttur við? Ég er sáttur við topp 15. Já, ok. Það er svona markmiðið sem ég seti mér. Það er mjög ánægður með það. Yndislegt. Gangi nú óskaplega vel. Verður gaman að fylgjast með þessu. Takk fyrir. Og við ætlum næst að skipta yfir á nemenda í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri sem hitti hann Magna Ásgeirsson.